Janus, þú ert að hrista upp í lífi eldri borgara hér á Suðurnesjum, ef við getum orðað það þannig. Já, það má nú kannski segja það. Við erum gengið bara einstaklega vel. Nú meginmarkmiðið er að efla heilsu og velferð hinna eldri og þekkingin hjá þessum eldri á eigin heilsu, hún er að eflast. Og þau vita það og við sem erum að eldast, við vitum það að við viljum kannski ekki sækjast í þessar breytingar sem eiga sér stað við öldrun. Við erum að safna okkur of mikilli fitu, vöðvamassin er að minnka, æðakerfið stirðnar svolítið upp. Jafnvel heilinn hann skreppur svolítið saman, en með markvissri hreyfingu, og þetta er ekkert erfitt, með markvissri hreyfingu þá erum við að auka blóðflæði allan líkamann og eiginlega bæta heilsu og velferð hinna eldri og ég tel mig nokkuð viss það, þú hefur heyrt það á þáttakendunum að þau finna það á eigin skinni að þau eru að eflast og við erum í rauninni að berjast á móti öldrunareinkennum sem eru þekkt og meðan við erum á besta aldri, yfir 65-70, þá er ennþá nægur tími til að spyrna á móti öldrunareinkennum. Þetta hefur mikil áhrif að hreyfa sig og jafnvel að taka í lóð og að vera með svona styrktar æfingar. En hversu erfitt ef við má spyrja, er að fá fólk til að drífa sig á stað? Já, það kom okkur svolítið óvart. Við reiknuðum með svona 60-80 þátttakendur hér í fyrstu lotu, en það skráði sig yfir 120 þáttakendur og við fórum á stað með þann fjölda. Það má reikna með að eitthvað brottfall er ávallt í þessum aldurshópi, en þau eru ótrúlega seig og dugleg og ég heyri það bara á þeim. Nú eru þau að spyrja hvað er framhaldið, því að þetta er ekkert átak í rauninni, þetta er lífsstílsbreyting og hún tekur tíma. En við erum að leggja áherslu á, og sem er þekkt, það er varðandi þolþjálfunina. Hún er þekkt, hefur áhrif og jákvæð áhrif á hjarta- og æðakerfi. En það sem er að koma nýtt inn eða nýlega, og nýlega ef ég horfi bara tilbaka til 1990, það er ekki fyrir þá sem hjarta- og æðaskurðlæknar gefa svona grænt ljós á styrktarþjálfun sem eftirmeðferð og í dag er þetta óhugsandi vegur að vera ekki með styrktarþjálfun inn í heilsueflingu. Og það sem styrktarþjálfunin er að gera, hún er í rauninni að svara þessum öldrunarbreytingum sem tengjast vöðvamassa, svokallaðri sarkópíníu. Og við erum bæði að efla styrkinn en ekkert síður að bregðast við hægfara vöðvarýrnum sem á sér stað með hækkandi aldri. Og því miður segi ég oft við fólkið, ég næði ekki á annan hátt nema að spyrna svolítið við fótum og þá að nota lóð eða hvort sem þau séu laus eða eins og tækin sem þau sjáum hér í salnum. Og þá náum við að bæta vöðvamassa á 80 ára gömlum einstaklingum. Til viðbótar, ég verði eiginlega að nefna það, viðbóta við þol- og styrktarþjálfun, þá kemur næringin til sögunar. Þannig að við höfum verið með ráðgefandi upplýsingar og fræðsluerindi næringu og hún er ekkert síður, næringin er mjög mikilvægt fyrir þetta fólk. Og ef þú vilt bæta á þau vöðvamassa, þá þarf þetta að nærast rétt. Þannig að við erum að reyna að efla þá tengingu við þjálfunin. Ef við náum þessu, þá erum við í rauninni að ná svona helstu markmiðum eldri aldurshópa og þau eru kannski fyrsta lagi geta sinnt athöfnum daglegs lífs eins lengi eins og kostur er. Þau eru að geta búið í sjálfstæðri búsetu eins lengi og hægt er. Það er að spyrna við kannski við fótum eða forðast og snembara innlögn á öldrunar og ég getur sagt frekar dvalar- og hjúkrunarheimili. Og kannski ekkert síður, það er að spara fé fyrir þú opinbera með forvarnarleiðinni. Þannig að við léttum í rauninni á heilbrigðiskerfinu. Tillum okkar aðeins hjá honum Gunnari, hann er að mér skilst aldursforsetinn í hópnum hérna sem að æfi núna duglega. Hvernig gengur þetta, Gunni? Þetta gengur ágætlega. Má svitna við það. Hvað ertu gamall, Gunni? Ég er
Ég er orðin hundgamall. Ég er 94 ára. 94 ára, já, það er vel gert. Hvernig ertu duglegur að mæta? Já, ég mæti alltaf. Í hvert skipti. Hafður áður heyftið eitthvað? Nei, ekki mikið. Ég verði að ganga dörflust mikið, svona. Á íþróttavellunum, aðalega. En þú ertu búin að bæta við styrktaræfingum og farin að huga mataræðin og annað, ekki? Jú, maður verður að breyta svolítið til, sko. Annars ef ég ætlu að hrifna fiskinum. En hvernig hefur þetta gengið hjá þér? Það hefur gengið svona, þetta kemur svona. Er þetta ekki mjög nauðsynlegt fyrir fólk þegar það er komið á efri ára að stunda hreyfingu og jafnvel að vera í svona æfingaprógrammi? Jó, ég held að það sé nú alveg stórfínt, sko. En það er oft erfitt að mæta, fyrsta skrifið? Nei, það var ekkert erfitt, nei. Ég var alveg svolítið tilbúin í það. Já. Þannig að finnurðu eitthvað mun? Já, og það er jafnvægi sem er farið að segja til sín svolítið. Og ég er farin að geta staðið á annar leppinni. Já. Nokkra sekundur. Já, ég gat það ekki áður en ég byrjaði. Ef ég næ að seinka einum einstakling 1 ár inn á dvalar- og hjúkrunarheimili, þá tel ég að við séum búin að í rauninni spara hjá hinu opinbera og greiða upp kostnað sem það fer í þessa forvarnarleit. Þannig að þetta er eitthvað sem stjórnvöld og ég bara tek hattinn ofan fyrir sveitarfélögum sem þegar eru farin á stað eins og í Reykjanesbæ. Þannig að þetta er eitthvað sem hið opinbera ætti að skoða frekar í komandi, núna bara á næstu dögum. En þú ert hérna með þetta prógram núna í samstarfi við Reykjanesbæ? Já, þetta er samstarfsverkefni okkar og Reykjanesbæjar og svo kemur sóknaráætlun Suðurnesja þar til sögunar og við erum bara, við byrjuðum þessa vegferð á að taka út stöðuna hjá þessum einstaklingum. Við byrjum á mælingum bæði í hreyfifærni, fengum HSS eða Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í samstarfið okkur blóðmælingar. Þannig að við erum að greina stöðu hópsins og greina stöðu einstaklingra bæði á hreyfibreytum, afkastagetu en líka á efnaskiptavillu eða svo kallari metabolic syndrome. Og þá sjáum við í rauninni að við erum með hóp sem þarf að taka sér taki, bæði hvað varðandi næringu en ekki síður varðandi daglega hreyfingu. Mér finnst þetta alveg afskaplega skemmtilegt og bara gott fyrir sál og líkama og þessir strákar hérna, Janus og Yngvi, þeir eru bara alveg frábærir. Og margt fólk sem ég veit sem hefur langað að hreyfa sig og það fór að stað þegar þetta kom og finnst þetta mjög skemmtilegt. Þurfti kannski svona smá spark, getur við sagt? Ég hef til dæmis aldrei farið svona tæki fyrir hér, þó maður hafi verið í leikfimi og svona eitthvað. En þetta er alveg ofsalega fínt. Ertu ánægð hérna? Er þetta skemmtilegt með hópnum og undir leiðsögn? Já, mjög gaman. Ég hef aldrei fyrir labba hérna inn án þess að þetta kemur til. Það hef aldrei komið inn í svona sal áður hvað þá. Hvað heldur þessu margir svona eldri eða heldri borgarar eftir hvernig við köllum það séu ekki nógu duglegir að hreyfa sig? Það er náttúrulega margir en þetta er alltaf að aukast með svona hvata sem kemur frá hinum og þessum sem vilja hjálpa okkur. Þannig að þið eru sannkölluð hvatning og ekki síst þú? Ég veit það ekki en allavega hefur þetta bjargað mér. Finnið þið mun á heilsunni? Já, jafnvel, ég held það. Maður er svona hressari. Stundum getur þetta orðið á mikið kannski, þá er maður dauðþreyttur. Veit maður ekki hvort maður er að gera rétt eða En það er ekki gott að maður verður svolítið þreytt og þá er maður búin að taka það. Það er fínt, já. Það er sammála því, Ragnheiður? Já, við erum stundum fyrir við bæði í leikumina eitthvað á Nesvöllum og hingað og ef það er strax hvort aftur það er ómikið. Ég myndi að segja að Yngva þarna þetta tæki í horninu
Ég bara held ég myndi aldrei geta þetta, þetta svo erfitt. Og svo bara ég búin að þingja upp í góða þing. Já, búin að þingja það? Já. Það sést að það árangur af þessu. Já. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið kalllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað. Og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim. Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman.